og þegar við vorum að setja upp þá bjuggum við til möppu sem heitir C Win 98 og ég er að notfæra mér það bara. Ekkert að fara á geisladrifa því fyrst ég var búinn að búa til þessa möppu og setja allt af geisladisknum þar inn. Og svo segir hún við okkur hvaða skrá ætlar að ná í og ég segi bara notepad.exe og enter. Og það næsta sem hún spyr okkur er hvert ætlar að setja notepad og ég segi henni það sé Windows og enter og þá kemur hún með svona lista yfir það sem ég er búinn að gefa henni upp og segir bara er þetta rétt og ég segi bara já við því eða yes. Þá leitar hún í öllum kafnfælunum, finnur það að notepad.exe og nú er hún að setja það í Windows-möppuna. Og þetta tekur einhverja smá stund. Við hingum bara á meðan hún gerir þetta. Þetta er svolítið einkennilegt hvað hún er lengi að þessu. Þetta er nú ekki eins og þetta sé niður risastór skrá. Þessi kannski 15 kíló eða eitthvað svoleiðis. Og þegar hún er búin að ekstrakta þessa þá leitar hún líka í öllum hinum skránum sem eru á eftir. Kapskránum. Það er alveg sama hvaða skrá vantar. Ef hún er hluti af Windows, þá er hún finnanleg í þessum kapskrám. Þannig að svipar til zip-skráa sem að menn, WinZip og annað slíkt. En þetta er þeirra format á þessu hjá Microsoft. Nú skulum við fara aftur hérna í Windows-möppuna. Og finna hvort að þetta er ekki komið þarna örugglega. Og við flettum hérna. Þetta er nokkuð aðeins niðar. LMN notepad.exe, þetta er komið að þetta er 53 kilobæt. Og sjá það er ótrúlegt hún skulle hafa verið svona rosalega lengi að þessu. Förum aftur hérna á eftir við og sjáum hvort við höfum einhver fleiri tól sem við getum notað. Format erum við búin að sjá. Það er bara eingöngu til þess að formata drifin eða gera þau tilbúin til þess að sé hægt að setja skráarkerfi á þau og einhverjar skrár og annað slíkt. Þannig að þau séu lesanleg. Og hérna er líka tól sem er mikið notað og heitir ScanDisk. En það er gott til margra hluta, eins og þarna kemur hún upp með boð og er að spyrja hvort hún megi surface skanna diskinn. En það er vandamálið við ScanDisk í DOS að það skilur ekki drif sem eru stærri heldur en 8,4 gigabæt. Og það má alls ekki skanna diska sem eru af þeirri stærri eða meira. Og því að ScanDisk skilur ekki diskana og þá merkir hún restina af diskunum sem bad cluster og það getur verið hreinlega mjög erfitt að ná því tilbaka og maður þarf að sækja sér tól hjá hverjum einum diskframleiðanda fyrir sig til þess að resetta diskana. Þannig að ég svara nóg hérna. Og hún hefur ekki fundið neinar villur í möppunum eða neinu slíku eða skránum, þannig að förum út aftur. Gerum hérna dyr aftur til þess að sjá hvað við höfum meira hérna. Og hér er nú forrit sem heitir CHK-DSK og var í Windows 3.11 sem svona eins konar ScanDisk. Nú er þetta orðið að ekki neinu hérna í
í Windows 98 en það kemur aftur tilbaka í Windows 2000 og Windows XP. Þannig að það er þess virði að muna eftir því. Og þarna erum við með eitthvað fleira. Já, kannski svo sem ekki margt þarna nema sys. Muni ég sagði að við þyrstum 3 skrár til þess að ræsa upp DOS. Og það eru Command-Com, IOSys og MS-DOSys. Ef einhver þeirra hverfur, ef að til dæmis færum hérna í rótina á C-drifinu, gerum hérna dyr, sjáum hvað er hérna. Jú, við sjáum hérna command.com. Eyðum henni. Búin að eyða henni, förum í Windows-möppunum líka. Og eyðum command.com þar líka. Svona. Og svo skulum við sjá hvað gerist þegar við endurræsum. Þetta er svolítið vinsælt af vírusum að eyða command.com eða breytinni. Sjáum hvað við fáum út. Já, þarna segir nú ykkur command.com er horfin eða eitthvað af henni. Og það er alveg sama hvað ég skrifa hérna. Við erum ekki staddir í neinu stýrikerfi. Við erum utan við öll stýrikerfi, þannig að það er alveg sama hvað ég skrifa. Og hvað gerum við? Jú, við ræsum með startup disk. Og það eru auðvitað nokkrar aðferðir sem við getum notað til þess að koma command.com á sinn stað aftur. Og ég ætla að sleppa því að nota hérna geisladiskstuðninginn. Það er aðeins fljótari að ræsa. Ég gæti náttúrulega bara einfallega afrita command.com yfir á C-drifi og inn í Windows-möppuna. En auðveldari leið er að nota þessa sys-skipun. Það sem hún gerir, hún setur allar 3 skrárnar sem okkur vantar til þess að ræsa upp Windows 98 eða DOS-ið. Hún setur þær allar í einu. Láta hann að klára þetta hérna og nota svo sys-skipunina. Og þá gef ég einfallega þessa skipun sys bil c tvípunktur. Eða sem sagt, gerðu hérna C-drifið ræsanlegt. Og svo enter. Og nú færir systemið eins og hún kallar það. Þessar 3 skrár. Það tekur alltaf smá stund. Sjáðu system transfer. Og við endurræsum aftur og sjáum hvort við komumst ekki inn á venjulegan hátt. Og nú ætla ég að nota mér að finna valmyndina, ræsi valmyndina. Og ég held niður í kontrolltakanum og fæ þá upp valmyndina og ég ætla að fara bara hérna command prompt. En hún finnur ekki hérna command.com sem hún ætlaði að nota. Þannig að við förum hérna aftur því að command.com var á 2 stöður eins og þið sáu á hann og ég eyddi henni á báðum stöðum. Og ég ætla að sýna ykkur núna að við fáum hérna ræsi valmyndina aftur. Við vorum að tala um hvað þetta væri einkennilegt en þetta er command.com á sitt hvorum staðnum. Þessi er í Windows-möppunni og þessi er í rótin á C-drifinu. Þannig að nú ættum við að komast beint inn. Sko. Og listum hérna upp og við sjáum að command.com er komin þarna. En við þurfum að koma inn líka yfir í Windows-möppuna. Og við getum gert það svona, copy sem er skipunum sem afritar fyrir okkur.
og nafnið á skipuninni command.com og svo segjum við hvert hún á að fara. ct./Windows. Nei, herri, við erum hérna á öðru ensku lyklaborði af því við ræstum ekki með hérna ræsidiskatunni, þannig að við erum að fara eftir því. Copy command.com Windows, enter. Og hún segir ein skrá komin þarna yfir. Förum í Windows-möppuna. Sjáum hvort hún ekki komin hérna. Dir P. Nei, við erum ennþá í enska lyklaborðinu. Og command.com. Þetta er langt að fara yfir. Þarna er hún, command.com. Og þá erum við komið með hann á báðastæð og getum ræst alltaf á venjulegan hátt. Við ætlum að við hefum getað líka að afrita það, náttúrulega að nota copy í skipunina á margan hátt. Ég hef getað sett copy ct. Nei. Við erum á vitlausu lyklaborði eina ferðina enn. Hérna. Og þá erum við bara að segja ég vill fá skrána sem er í C-rótinni sem heitir command.com og ég ætla að afrita hana hingað. Enter. Og það segir hún auðvitað override af því að skráin er hérna, auðvitað við vorum búin að afrita hana. Og ég bara gera það yfir aftur. Nú ætlum ég að endurræsa aftur og fara aftur á ræsidisknum upp. Þannig að við fáum aftur valmyndina hérna. Þetta tekur alltaf smá stund að ræsa með og við sleppum ef við höfum bara geisladiskstuðninginn með þannig að við getum skoðað geisladrifin líka. Það eru í command-möppunum sem er inn í Windows. Þar eru flest tólin sem við notum. Og þar er til dæmis að maður er í vandræðum með að búa sér til startup diskatu og kemst ekki inn í Windows en kemst bara kannski í DOS með því að fara í ræsi valmyndina og velja kannski command prompt only. Og þá er þetta að fara í command-möppuna í Windows og búa til svona ræsi diskatu ef manni vantar kannski RAM-drifið eða eitthvað slíkt. Til þess að geta nota EXT-skipunina og annað slíkt. En við ætlum að fara núna í command-möppuna og skoða aðeins tólin sem við höfum þar. Og förum bara beinustu leið og gerum hérna dir til þess að sjá hvað við höfum hérna. Og þarna sjáum við höfum attrib-skipunina og bootdisk.bat. Það er skipunin sem býr til ræsidiskatu alveg eins og við getum gert inn í Windows. Ef við förum þarna aðeins neðar þá sáum við skipun sem heitir cvft. Það er þannig að við notum hana, sjáum hana hérna. Hún er til þess að beita 16-bita FAT yfir í 32-bita FAT. Það er konverta eins og það er kallað. Það sem það er töluverður munur á 16-bita FAT og 32-bita FAT. Það fer svo mikið svæði til spillis ef við erum að nota 16-bita FAT. Þannig að hérna segir hún alltaf við okkur að þýðir ekkert að breyta af því að við erum að nota FAT 32. Þannig að cvft er þá tólið sem við notum til þess að breyta úr 16-bita FAT yfir í 32.